Já, komið sæl aftur og við ætlum að fjalla stórmerkilegt félag en þetta Myntsafnarafélag Íslands sem fagnar þessar myndir 50 ára afmæli og það verður stórglæsileg sýning helgina á þeim munum sem eru svona kannski dýrmætastir og fágætastir í safni þeirra sem fylla félagið en þeir eru settir hérna hjá mér Eiríkur J. Líndal, formaður félagsins og Gísli G. Harðarson, sýningastjóri. Já, sko, Myntsafnarafélag Íslands 50 ár, þið safnið mörgu öðru heldur en bara mynd, ekki satt? Jú. Þeir eru ástríðu safnarar. Það má segja það og það eru flestir sem eru í félaginu held ég að sé að safna meir en einu hlut. Er það ekki? Já. Jú, klárlega. Það getur verið að safna bara klinki og seðlum? Það byrjar oft þannig en þetta náttúrulega fer, þú þróar þitt áhugamálið þína söfnun og þú byrjar einhvers staðar en þú þróar það síðan áfram. Hvað eru margir í þessu félagi? Það eru rúmlega 200. Já. Og félagatalan hefur haldist nánast óbreytt frá stofnun félagsins í þessu 50 ár. Já. Þrátt fyrir að menn hafi hætt og nýju komið inn með áhuga og alltaf 200 manns í Myntsafnarafélagi? Alltaf 200 manns. Að það er eitthvað sem hefur enst, einhver formúla sem við keyrum sem endist og leiði til þess að það hefur ekki fækkað. 200 félagar, það þýðir 200 söfn. Það á hver og eitt sitt safn, ekki satt? Jú. En hvað er svona kannski það sem verður til sýnis núna helgina, svona það verðmætasta og fágætasta? Hvað má nefna þar? Hvað segir sýningastjórinn? Það er í rauninni bara öll flóran. Við verðum með í rauninni stærsta einkasafn af íslenskum peningaseðlum frá upphafi. Hvað eru þeir elstu þá? Elstu eru frá því fyrir 1700. Fyrir 1700? Já. Þannig þetta það er að sjá bara söguna þarna? Já, í rauninni bara íslensku söguna, sko. Já, algjörlega í gegn. En varðandi verðmætina, þegar nú hlýtur þetta gamla að vera svolítið verðmætt? Það er allan að sýningar, áætlun og sýningargripunum er á 200 milljónir, þannig að það er Þannig það eru verðmætt í þessu? Það eru verðmætt í þessu, klárlega. Já, akkurat. En hvað annað heldur en mynd og seðlar verða þarna? Þetta eru alls konar, gömul plögg? Já, það eru gömul plögg. Póstkort. Það eru ýmis svona þema sem eru í gangi þarna og þar á meðal eru það sem við lagt svolítið áherslu á, það eru samgöngur og við höfum gert svolítið mikið úr fluginu vegna þess að það er núna 100 ár síðan að farþegaflugi byrjaði á Íslandi. Já. Og þess vegna höfum við tekið svona þann vinkil líka og erum þá að sýna meðal annars merki frá flugfélögunum, einkennismerki frá öllum íslensku flugfélögum sem hafa verið og til dæmis tímaáætlanir, gamla farseðla og svona pappírshluti sem að flugfélögum gáfu út og var miklu meir en er í dag og svo höfum við líka sýnum við líka sem sagt prjónmerki og önnur merki svona varðandi leigubílastöðvar og rútubílafyrirtæki og þess aftur svona samgöngufyrirtæki. Já. Svona til þess að nefna eitthvað. Þetta er heldur betur nostalgíst. Þetta er það og flestir geta svona kannast við eitthvað eða eiga eitthvað í þessum dúr en hafa kannski ekki endilega verið að safna því saman en þannig er hægt að sjá í rauninni hvað er til að einhverju leyti og þetta er eitt af mörgum hlutum sem eru þarna. En það eru líka svona stríðsminja gripir ekki satt? Jú, það eru gripir frá Þriðja ríkinu, frá Þýskalandi. Síðan eru við með gripir bara tengda heimsstyrjöldinni seinni heima og eins tengt veru varnarleysins hér. Við erum í pólitíkinni líka, við erum með gripi tengda kommúnistaflokki Íslands. Hvað eru þið með? Segðu mig hvað hlutir þetta eru. Við erum með allir flokkskírteini og áróðus, alls konar svona áróðusplögg og stjórnmálaflokkarnir á árum áður gaf út svona eins og ávísanir þar sem þú keyptir og styrktir starfið og fékkst svona miða sem stóð á bara 1 króna, 5 krónur, 100 krónur eftir hvað þú lagðir til flokksins. Þannig að við erum með frá kommúnistaflokknum, frá þjóðurnissinaflokknum sem líður undir lok í seinna stríði. Já, en Þriðja ríkið? Já, það er þarna líka. Hvað hlutir eru það? Það eru heiðursmerki og orður sem voru veittar annaðhvort almenningi eða hermönnum.
Já, þetta nasistamerki? Já, þetta eru gripir, frá tímum Þriðriksins, nasistagripir, Þessi sýning, hún rosalega víðfeðm og vitið þið hvað sko margir gripir raun og veru til sýnis? Hvað þetta mikið? Það eiginlega næstu þetta að segja það sé ótilandi. Ég meina það eru þannig sparibaukar, silfurskeiðar, skilgreining á gjaldmiðlun náttúrulega svo rosalega víð sko. Ég meina áður en að peningar voru svona almennir þá voru kaupmenn á Íslandi að gefa út eigin mynt, bara 25 örar, 50 örar, hálft rúbrauð, 1 rúbrauð, hveiti, það er öll flóran til sko. Svo á tímum skömmtunar þá þurftir þú að fara að sækja, þú mættir kaupa 400 gramma hrísgrónum, fékkst miða fyrir því og listir hann út hjá kaupmanni. Þannig að gjaldmiðl mjög vítt hugtak. Já, þetta náttúrulega veröld sem var og fyrir yngra fólk í dag að það náttúrulega átt að segja engan veginn á því hvernig það gerir það ekki og þetta gekk fyrir sig. Ég meina, það ekki verið ekki að tala debitkort sko. Nei. Ávísanir og alls konar miða sem þú þurftir að nota til að leysa út og menn bara björguðu sér á sínum tíma. Já. Og þeir eru mjög vinsælir þessir sem safngripir, þessi brauðpenningar sem voru gefnir út vegna þess að þeir voru merktir kaupmanninum eða bakaríinu. Já. Svo að það getur mjög skemmtilegt að safna þeim. Já. Til dæmis. Nú svo svona varandi það sem breytin í þessu að við erum með flöskumiða þarna líka til sýnis og varandi fyrra stríði þá erum við með medaljur vestur Íslendinga sem að bjuggu þá í Winnipeg og tóku þátt í fyrra stríði. Fyrri heimsstyrjöldinni? Já, í fyrri heimsstyrjöldinni. Já. Og þetta vestur Íslendingar, Já, vestur Íslendingar. Já. En flöskubréf, hvað það? Nei, flöskumiðar. Flöskumiðar? Já. Hvað það? Það eru miðar sem hafa verið settir utan á góðsflöskur. Já. Þegar límdir á, eins og bjórflöskur eða svoleiðis. Já. Svona gamlir svoleiðis miðar. Pappamiðar, sko. Pappamiðar. Já, við þekkjum það. Já, það er kannski ekki svo framandi. Nei. En miðarnir samt, sko. Já, miðar samt, sko. Og það er alveg ótrúlega flóra, sko. Það má næstu segja að í öllum stærri bæjarfélögum á fyrirhluta síðustu aldar voru einhvers konar versmiður, góðstykki-versmiður eða búa til ávaxtarsafa og þetta er til frá Siglufirði og hinum á þessum minni stöðum. Hvað var þar á Sigló? Hvað var? Ég man nú ekki nafnið á, en þetta En það var sem sagt svona víð að vera að framleiða gos og djús. Já, í minni verksmiðum, svona minni efnaverksmiðum. Já. Þeir voru kannski að framleiða gos og bara hitt og þetta, ég menna það var bara, og sultur og allt undir sama hatti, sko. Það er Já, alltaf sama stað. En núna þetta bara framleitt í risaverksmiðjum. Já, en hvað þetta, sko, að safna svona hlutum? Hvers konar ástríða þetta? Munið eftir einhverjum grip sem að þið, sko, leituðu lengi að eða uppgötuðu eitthvað alveg sérstaklega merkilegt Já, ég get nefnt það að þegar ég var að byrja þessu, ég hef búin að vera mjög aktífur í þessu í 20 ár og þegar ég var að byrja þá ég sérstaklega að eldast við þá flugmerki og merki frá flugfélögum og þá eftir að ég var búinn að eignast eitthvað af þessu íslensku merkjum svona var rétt að byrja þá fekk ég áhuga á Færeyjum og þá hafði ég samband við mann sem þekkti til í Færeyjum og fekk þar bækling frá einhverju færeysku félagi sem hefði einu sinni verið til milli 1960 og 1970. Og ég var að velta fyrir mig hvort það væri hægt að þá að fá merki frá þessu félagi. Félagi var þetta ekki til. Svo ég skrifaði flugfélagi Færeyja sem til í dag, Atlantic Airways, og spurði hvort að þegar ætti eitthvað frá félaginu sem það áttu ekki, en þá spurði ég hvort þau kannustu konuna sem var á bæklingnum, því að það var flugfreyja með merki. Já, ég skil. Og það var þannig að þau konnuðust við þessa konu, mundu eftir, það var einhver sem mundi eftir í hvað hún hét og lét mig hafa nafnið og sögðu hún byggjumstæður í Danmörku. Svo ég tók nafnið, flett upp í símaskráni í Danmörku, fann nokkra konur, skrifaði þeim, fekk svo svar tilbaka frá, þá var þetta önnur þessara kvenna, var þá þessi kona og ég skrifaði henni aftur og hún spurði hvers vegna ég var að hafa samband við hana og ég skrifaði aftur og út úr þessu kom að hún sagði að hún hefði verið flugfreyja í 30 ár, hún hefði haldið einu merki alla hennar tíma, það var merki frá Færeyjum sem hún sendi mér og gaf mér. Hvað leiðir mann áfram? Þetta er eitthvað sem að færa á heilan. Já, en það sem skemmtilegt í þessu, það eldingaleikurinn við það að eldast við að finna þessa hluti
og að sjá svo hvernig líti út vegna þess að í fæstum þessum söfnum til einhver listi yfir það sem til og venjulega það ekki til. Nei. Og svo við getum ekki flett í einhverjum katalóg eða einhverjum myndabók til þess að sjá í rauninni hvað til. Já. Svo við vitum þá í rauninni ekki hvað fólk með fyrir við sjáum þetta. Þetta svolítið svona eins og vera að leita að einhverjum fjársjóði og... Það svolítið svoleiðis. Já, þetta ekki einhvern svoleiðis tilfinning? Þetta þannig sko, stór hluti náttúrulega áhugamálin náttúrulega bæði saga að grúska í hlutunum að finna út akkur þeir voru notaðir, hvar þeir voru notaðir, hvernig og svo framvegis. Sagan. En síðan eins og Eiríkur var að nefna, náttúrulega stór hluti þessu líka, náttúrulega hvað að grúska og leita, sko. Já. Ég var einhvern tímann á sýning í Danmörku og var búinn að sitja í 6 tíma að fletta í kössum og á endanum fann ég póstimpil sem að mér vantaði í safnið mitt sem frá litlu sveitabæði. Það eitthvað svo fallegt við þetta. En ég ætla þetta verður í sal Ferðafélags Íslands. Já. Helgina, báða dagana. Mörkinni 6, þetta byrjar á morgun klukkan 2, á föstudegi klukkan 2 og verður fram á sunnudag. Akkurat. Til klukkan 16. Í Mörkinni þar sem ferðafélagið Já, í kjallaranum þar. Já. Og þar verða þessar gersemar til sýnis. Það var frábært að fá okkur hingað. Og það ókeypis. Það ókeypis. Eiríkur J. Líndal, formaður Myntsafnarafélags Íslands og Gísli G. Harðarson sem sýningarstjórinn. Takk fyrir að koma. Takk. Og hér rétt á eftir Súper á fjölum Þjóðleikhússins þar að segja í kassanum.